Góðan dag og velkomin í Gunnan Brassar. Jæja, nú komin seinni partur af ágúst og þá komin tími til að huga því hvaða námskeið ég ætla að bjóða upp á í vetur. Ég svona búin að vera að prófa ýmsa hluti og fá svona hugmyndir að kannski nýjum verkefnum sem að ég ætla að bjóða upp á, en það kemur bara í ljós á næstu vikum. Tíminn svo fljótur að líða og ég held að ég myndi vera búin að gera meira þessa daga eða þessar vikur. En og ég með alveg nokkrar hugmyndir sem langaði til að prófa en ég ekki byrjuð að vinna í þeim, þannig að það kemur þá bara í ljós. Kannski verður það þá bara á næsta ári eða eitthvað. Þetta hleypur ekkert frá manni. Ég búin að auglýsa eitt námskeið og það ekki sem að ég kenni, heldur ætlar Leslie Ann Meyer, textílistakona frá Bandaríkjunum. Hún ætlar að koma núna seinnipartinn í september og ég fékk hana til þess að halda námskeið á vinnustofunum minni og líka að vera með hádegisfyrirlestur á bókasafni Kópavogs. Það kannski ekki allir sem hafa tækifæri til að koma á námskeiðið en vilja sjá svona hvað hún að gera og fræðast þetta og þá tækifærið að koma á fyrirlesturinn þar sem hún sýnir og segir frá sinni vinnu. Hún kom í heimsókn til mín seinasta sumar og ég heillaðist algjörlega af verkefninu sem hún var að sýna mér. Hún var að prjóna sjöl eftir myndum af íslensku landslagi og þetta var svo flott og þetta var eitthvað svo skemmtileg aðferð. Hún prjónar verkin með garðaprjóni og þá stuttum umferðum svona hér og þar, en ég kann ekkert að segja almennilega frá þessu af því að ég hef ekki prófað þetta, en sem ég geri núna þegar hún kemur í september. Og segi ykkur þá nánar frá því eftir að hún búin að vera hér. En mér finnst þetta alveg mjög spennandi og ég ætla að setja fyrir neðan slóð á event eða viðburð á Facebook sem ég bjó til þetta námskeið. Ég hef átt svona vandræðagarn, eins og ég kalla það. Og ég sýndi ykkur þetta örugglega seinast. Það þetta hérna. Ég held ég hafi byrjað á 2 eða 3 verkefnum úr þessu garni og stundum bara rakið upp eða breytt tilgang. Til dæmis var þetta hérna. Ég ætlaði að gera peysu eða kjól á Berglindi en hætti svo bara við. Og ég ætlaði að rekja þetta allt upp, en svo ákvaði nei, ég ætla að nota þetta, ég ætla að hafa þetta sem pils í vetur þegar fer að verða kalt og ég að fara eitthvað út, að þá flott að hafa svona ullina. Ég saumaði, ég prjónaði pils fyrir örugglega 15 árum eða eitthvað. Svona ullarpils sem að ég notaði mikið þegar það var kalt og það var alveg frábært að vera í svona pilsi. Ég svo mikið í leggings og svona, þannig að geta smeygt sér í pils yfir leggings að það alveg frábært. Og ég hafði hugsað mér að þetta væri þá kannski sniðugt í það, en ég á eftir að gera teygjugöng eða göng fyrir teygjuna og setja teygju í, en annars þetta tilbúið. Já, ég var að leyfa bara spottum að vera, ekkert að ganga frá. Svo hafði ég ekki prjónað, ég hafði heklað svona nokkra dúllur úr þessu garni. Og það var svona þegar ég var á ferðalögum, hvað var ég fyrra eða hitti fyrra, að þá prjónaði svona einhverja dúllur og ég hugsaði bara, ég ger eitthvað. Bara til þess að þetta var í svona flugferðum og eitthvað slíkt, svo þægilegt að hekla eitthvað svona lítil stykki þar. Og svo bara
fór út í körfuna og ég vissi ekkert hvað ég ætla að gera úr þessu. En núna fyrir hringferðalagið okkar hjóna, að þá ákvað ég að grípa þetta með og gera eitthvað. Og ég er búin með það verkefni. Ég heklaði peysu. Ég sem sagt átti svona ömmudúlu og aðra. Eða 3 ömmudúlur. Og ég setti eina hérna á ermina og 2 hérna á framstykkin. Og svo bara heklaði ég eitthvað í kringum það. Svo hafði ég gert þetta í einhverju flugferðinni en nennti ekki ég vissi ekki hvað ég ætlaði að gera úr þessu, eins og ég segi, en nennti ekki að gera meira, þannig að ég hvað bara, ok, þetta er bara flott á ermarnar og þessi hérna líka fremst á ermarnar. Ég gerði svo bakstykkið svona, þannig að þú veist, þetta er heklað svona frá einni hlið yfir í hina. En mikið ótrúlega var þetta leiðilegt. Ég var alveg búin að fá nóg þegar þetta stykki var búið. Ég ætlaði að gera peysuna alla svona. Alla bara stuðlar og stuðlar og stuðlar. Og þegar ég var komin langleiðina með bakstykkið þá hugsaði ég bara nei, ég geri ekki heila peysu svona. Þá verður hún aldrei tilbúin. Þannig að ég hugsaði bara ok, þá verður þetta bara bakstykki og ég nota hitt sem svona kveikju að hvernig ermarnar eiga að vera og hvernig framstykkin eiga að vera. Og þá er önnur erminn svona og hinn erminn er svona. Og eins og ég var að sýna ykkur áðan, þá eru framstykkin hérna. Þá er þetta svona ömmudúlla og svo gerði ég stuðla hér og 2-falda stuðla til þess að ég yrði fljótari að þessu og eins hérna. Ég hefði kannski ekki átt að hafa þessa dökku svona en þeir eru komnir þarna og ég ákvað að rekja ekki upp. Þetta væri bara fínt. Ég á eftir að þvo hana og leggja hana til þannig að það rúllast svona aðeins upp á hálsmálið. En ég var að setja svona hnefslur hérna til að geta haldið þessu saman. Ég ætla ekki að setja einhverja tölur eða eitthvað svoleiðis hérna niður, heldur bara sett saman hér og kannski hér. Kannski setja 1 eða 2, 3, ég veit það ekki. Það á eftir að koma í ljós. Ég sé til þegar ég er búin að þvo hana og hvernig mér fyndist að hún ætti þá endanlega að líta út. En ég er allavega ánægð. Ég kláraði þetta. Og fullt af spottum til þess að ganga frá. Ég ákvað að ganga frá spotturum, ekki heklaði á með. Ég einhvern veginn treysti því ekki alveg. Hvort að þeir myndir svo kannski eitthvað losna upp eða eitthvað svoleiðis. Og ég sagði bara já, yfir einhverju bíómynd eða eitthvað í sjónvarpinu að ganga frá endum. Ég hef bara gott af því. Sem ég og gerði. Og þetta er komið. Ég er bara ánægð. Svo fór ég að hugsa hvort þetta væri svolítið svakaleg peysa. Væri svona alveg pang eitthvað. En ég held ekki. Ég held að því þetta er alltaf sömu litirnir, svona litapalettan, að þá verður hún bara í lagi. En hún er alltaf frískleg. Annað sem að ég er búin að vera að vinna að og er svona að taka upp aftur núna, það var búið að liggja svolítið hjá mér í svolítinn tíma, það er þetta vesti hérna. Prjónan alltaf úr afgöngum. Bakstykkið er bara einlitt og þetta er garðaprjón, allt saman garðaprjón og þetta er svona bjálkakofi hérna og ég er að sauma þetta saman hér
og ég á eftir að gera hálsmálið. Ég er búin að taka eitthvað hérna úr fyrir framstykkinu og ég ákvað að sjá til hvar bakstykki, hvernig það myndi verða. Þannig ég á eftir að gera hálsmálið á bakstykkinu og klára þetta. Þannig að það er nú ekkert svo mikið eftir. Þetta fer að klárast. Já, eins og þið sjáu þá er ég að gera svolítið, klára svona gamlar syndir. Eða eitthvað svona sem hefur, verið hérna í bókum og pinglum og korfum og eitthvað. Og það er óbáslega gott. Góð tilfinning þegar hægt er að klára hluti sem er búin að vera svona væflast fyrir mér í svolítinn tíma. Og ég er búin að vera núna að sauma svolítið líka og klára þannig til dæmis þessi hérna töðra. Þetta var hérna gamli íslenski krosssaumurinn sem ég saumaði. Ég gerði nokkur svona stykki, var svona að æfa mig í þessum gamla íslenska og hann er náttúrulega svolítið lítill í stórri töðru, en það er bara allt í lagi. Svona svolítið skemmtilegt fóður og ég setti vasa hérna í fóðrið og svoleiðis. Mér vantar alltaf einhvern hanga og ég fann þetta sem að ég hafði tekið af einhverju tösku og ég var eftir að sauma það sem sett hérna og þá verður þetta svona hliðartaska. Þannig ég var bara eftir að sauma axlabandið á og þá verður þessi tilbúin. Dúkurinn sem að tengdamamma mín gerði þegar hún var, 13-14 ára og ég hef sýnt hérna áður, hann er tilbúin. Ég kláraði að sauma út í hann í vetur og átti þá bara eftir að falda, en það var að gerast bara núna í fyrradag. Þvoði hann og straujaði og faldaði hann svo, þannig að nú er hann tilbúinn og ég bara þarf að komast til hennar til þess að láta hann að fá dúkinn. Og ég er ekki með hann hérna, þannig að ég ætla bara að sýna hérna mynd af honum. Mér er þetta mjög fallegu dúkur og óbáslega gott að ég skyldi hafa getað klárað hann. Fyrir nokkrum vikum sendi vinkona mín mér skilaboð á Instagram með vídeói og sagði já, þetta finnst mér flott. Og það var skuggaprjón. Það var ég veit ekki hvers lensk hún er, sem var að sýna vesti sem hún var að hanna og notaði aðferðina skuggaprjón. Og ég bara, já, heyrðu, ég hef gert svona. Ég prjónaði peysu á strákinn minn þegar hann var 7-8 ára með þessar aðferð. Og ég held að hann hafi farið í hana 2-3, svoleiðis. Og ég finn hann ekki núna, hún er einhvers stað góðum stað. En hún var unnin úr, ég átti bók, danska bók, skuggastrikk. En ég fór að leita að henni, en ég hef losað mig við hana núna í seinasta sumar þegar ég flutti hingað í kjallarinn heima, að þá, þegar ég var að pakka niður, að þá hugsaði ég bara, guð minn almáttugur, að það er að taka allar þessar bækur með þér. Og þá ég grisjaði svolítið og ég seldi einhverjar bækur og fór líka með einhverjar bækur á bókasafn Kópavogs. Þannig að þegar ég fór að leita bókina og fann hann ekki hérna, að þá hugsaði ég, ok, ég ætla að vona að hún sé á bókasafninu. Og ég fór þangað, nei, því þá hefði ég getað fengið hann að lána og rifjaði upp svona hvernig reglurnar væru í þessu og svoleiðis. Þannig að þá fór ég bara á YouTube og skoðaði þar og er búin að gera svona nokkra prufur. Svo fann ég líka hjá mér 2 prufur sem ég, ætla að sé ekki 20 ár síðan ég gerði þessar, eitthvað svoleiðis. Og
skuggaprjónur þannig að maður sér ekki þegar horft á beint, en ég veit ekki hvernig þetta kemur í ljós, en þegar horft svona til hliðar að þá kemur munstrið út. Ég ætla að sjá til hvort að ég geti sýnt þetta almennilega svona, annars þá tek ég mynd af þessu. Já, þannig ég sem sagt gerði þessar prufur og því ég var að æfa mig fyrir peysuna. Þannig ég á þessar og get þá svona rifið upp með því að skoða þær. Og þá vantaði mig garn, því ég sagði, ég þarf að gera svona. Þetta væri bara akkurat. Og sagði við þessa vinkonu mín að ég var alveg til í að gera vesti fyrir hana. Þannig að hún þarf bara að teikna upp eða ákveða hvaða munstur á að vera í vestinu og kaupa garn og þá get ég bara byrja á þessu fyrir hana. En mér langaði líka í. Ég fór að kíkja hérna á garnið mitt og fann þessar tvær. Þetta endurunnar gallabuxur sem ég keypti fyrir nokkrum árum á Knitting and Stitching Show og hef alltaf hugsað, já, ég ger eitthvað spes úr þessu. Og svo þetta svona sprengt garn sem að mér finnst svolítið skemmtilegt. Og þetta svona svipar grófleiki á garninu. Og ég segi, já, ég prófaði þetta. Ég gerði eina pröfu. Það ekki nógu gott af því að bæði þetta eiginlega of hart og það fellur of mikið saman. Þó að maður sjái svona að þá sér maður svolítið mikið þennan bleika og gula lit og eitthvað svoleiðis. En þá svolítið mikið af þessu bláa í þessu. Og þegar ég gerði pröfuna þá hugsaði ég bara, nei, þetta passar ekki skuggaprjón. Þannig ég þarf að finna eitthvað annað verkefni þar sem ég get notað þetta. Þá fór ég, þegar ég var á hringferðinni minni landið, að þá kom ég við á Akureyri, var þar í 2 daga og kom þá við í garnigangi. Og ég sagði, ok, nú ætla ég að kaupa garn fyrir skuggaprjónsverkefni á mig. Og ég keypti þetta Filigolana Arvetta, þessar 2 liti og búin að gera svona smá pröfu. Ég veit ekkert hvort þetta sjáist, en já, svona, og þá verður þetta líka prjónafesta pröfu, já, þá verður þetta prjónafesta pröfu í leiðinni, þannig að ég held að ég fari að kíkja á þetta, en ég þarf að finna mér munstur. Hvaða munstur vil ég að komi hérna fram? Og það hefur stoppað svolítið á því. En þetta rosalega mjúkt og fínt, sko. Þannig að mér finnst þetta vera svolítið spennandi. Og vonandi get ég bara farið að bráðlega að bara huga þessu. Og að vinkona mín, hún finni út hvernig munstur hún vill hafa og hvaða garn hún vill hafa. Þannig að þá get ég bara að vinna í hennar líka. Af því eitthvað verður frúin að hafa í höndunum. Ég verður alltaf að vera að gera eitthvað. Og það rosalega gott ef ég ekki að gera bara eitthvað út í loftið. Eða enn eina peysuna á mig. Þá gaman að rifja upp skuggaprjónið. Þetta ég segi ekki alveg fljótgert af því að maður þarf náttúrulega að horfa alveg á munstrið, en önnur umferðin alltaf slétt og hin umferðin á röngunni að þá fer eftir í hvar munstrið hvernig maður prjónar, hvort maður prjónar slétt eða brugðið. Þannig að það bara spennandi. Manstu eftir litlu blómunum sem ég heklaði seinasta vor og þau voru notuð í
brúðkaupið hennar Berglindar og Árna. Þau eru á leið í næsta brúðkaup. Vinkona mín, systur dóttir hennar, er að fara að gifta sig núna í september og vinkona mín var svo hrifin af þessum blómum þannig að hún fékk leyfi hjá mér til þess að, hún fékk þau láni hjá mér og þau ætla að nota þau líka til þess að skreyta salinn og þetta var bara alveg sjálfsagt, bara gaman að því. Og hún fékk líka slörið sem að Berglind var með, hún fékk það líka lánað af því að tilvonandi brúður, hún var nú eiginlega komin með allt nema vantaði slör. Og það er nú svolítið saga að segja frá þessu slöri. Ég þarf eiginlega að kíkja á hvort ég hafi nokkuð sagt hana. Ég man það ekki. En allavega, nokkrum dögum fyrir brúðkaupið þá fórum við í sveitina í Hrútafjörð og fórum svo þaðan, við fórum bara svona í helgarferð, Berglind var með okkur og við fórum á Hvammstanga og þurftum að fara þar í Sorpu og eitthvað svoleiðis. Komum þar við á Nytjamarkaði sem er þarna og ég hafði aldrei farið þangað áður og hann lætur lítið yfir sér en þegar maður kemur hann inn þá er þetta bara stórt svæði og við vorum búin að ganga þarna og Berglind var búin að sjá einhverja glervasa sem hún ætlaði að nota í brúðkaupið og þetta var innan við viku frá brúðkaupi. Ég held þetta hafi verið á laugardegi og hún var að fara að gifta sig á miðvikudegi. Og svo kemur önnur kona sem var að afgreiða, sem var að vinna þarna. Hún kemur og fór að spjalla aðeins við okkur, hvort hún gæti eitthvað aðstofað og eitthvað svoleiðis. Nema hvað, Berglind segir, ekki áttu brúðarslör. Já, því við vorum staddar þar sem voru svona efni og garn og eitthvað svoleiðis. Þannig að þá kom tengingin við svona textíl. Allavega, Berglind spyr, ekki áttu brúðarslör. Konan hugsar smá stund og segir, jú, heyrðu, það er inn á lager, ég ætla að ná í það. Og hún fer inn, kemur út með brúðarkjól og brúðarslör, svona líka fínt. Þannig að Berglind kaupir brúðarslörið og ég segi við henni, heyrðu, hún er að fara að gifta sig eftir 5 daga og vantaði brúðarslör. Hérna er þetta bara komið. Því hún ef hún hefði ekki fundið þetta þarna, þá ætlaði hún bara að sleppa því að hafa slörið. Nema hvað, hún var með slör við giftinguna og þessi verðandi brúður þarna í september, hún ætlaði líka að nota slörið. Þannig að endurnýtum, notum hlutina aftur og aftur, segi ég nú bara. Mér finnst það frábært. Þetta er akkurat í okkar anda, okkar Berglindar. Það er að hlutir fái öðlist framhaldslíf og fleiri getur notað þá. Það er bara frábært. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Ég er búin að segja ykkur aðeins frá hvað ég er búin að vera að gera, hvað liggur fyrir og eitthvað svoleiðis. Og ég þarf að leggja svolítið yfir námskeiðin, hvað ég ætla að bjóða upp á. Það er svolítið skrítið núna að vera ekki að fara að kenna niður í skóla. En ég er búin að segja upp, ég sagði upp í vor og ætla að vera sjálfstætt starfandi. Halda námskeið, gera hluti sem ég ætla að selja og svona. Þannig að þetta eru bara spennandi tímar framundan. En já, þetta er gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.